Komið sæl, það fór líklega ekki fram hjá neinum á sunnan- og vestanverðu landinu að það var sunnanátt og rigning eða slitta víða á þeim slóðum í dag og við sáum á þessari tunglmynd að það var svona, talsvert hvassviðri. En á yfirlitskortinu sjáum við þessa lægð sem er á Grænlandssundi. Hún kemur nú til með að fara til norðurs og skilur eftir sig suðvestanátt og éljagang á morgun, en síðan kemur þarna djúp og víðáttumikil lægð á sunnudaginn upp að landi. Hún kemur til með að valda meira hvassviðri úr suðaustri og rigningu víða um land og það má alveg búast við því að í þessari sunnan- eða suðaustanátt verði hnjúka þeirra á norðanverðu landinu og gæti því alveg orðið dálítil snjóbráð á þeim slóðum. Við sjáum á hitasviðskortinu að það var nú ekki mikil hlýindi sem fylgdu lægðin í dag, en hins vegar þessi hlýja tunga hérna með sunnanáttinni á sunnudag sem að gæti haft þau áhrif að það verði talsverð hláka víða um land og snjó kannski tekur upp og þar sem er mjög mikill snjór að þar gæti vatnsægi farið að valda vandræðum. En það dregur nú smám saman úr bæði úrkomu og vindi þegar líður á kvöldið og á morgun er útlit fyrir suðvestanátt og éljagang eða slydduél hér á sunnan- og vestanverðu landinu. Það verður nú líklega þurrt á norðanverðu landinu og austan til líka, en síðan dregur næsta lagið hérna upp að landi. Það er búið að gefa út gular vindaviðvaranir vegna hennar bæði á sunnan- og vestanverðu landinu og síðan asahlákuviðvaranir á norðanverðu landinu frá því síðdegis á sunnudag og fram á mánudagsnótt. En eins og þið sjáið þá er áttin hérna hvöss sunnanátt, 18 til 23 metrar á sekúndu. Það verður örugglega mjög hvasst á Tröllaskaga, bæði í Skagafirði og Eyjafirði og jafnvel víðar á norðanverðu landinu. Áttin er svona til þess gerð að valda hnjúkaþey og það er útlit fyrir að það gæti orðið þýða alveg upp í fjallstoppa þannig að það þarf að svona hafa varan á. En á morgun sem sagt er þessi hvassa suðvestanátt, einkum hérna vestast á landinu. Éljaloft með líklega él á norðvesturlandi við Breiðafjörð á Vestfjörðum, en slydduél eða kannski skúrir hérna við suður og suðvestur ströndina. En eins og þið sjáið að annars staðar á landinu þá nú yfirleitt bjartviðri og frostlaust svona hér og þar sérstaklega við suður ströndina, en hins vegar vægt frost á norðvestur hluta landsins. En eins og ég talaði áðan þá er þessi djúpa lægð á sunnudag, kannski aðalatriðið í veðrum helgarinnar. Það má alveg búast við því að það verði orðið mjög hvasst bæði á sunnan- og vestanverðu landinu upp úr hádegi, líklega á milli svona 12 og 3 sem að hvessir mest og það hlýnar frekar hratt með þessu og byrjar kannski að snjóa eða einhver slitta, en síðan verður rigning nánast samfleytt fram á kvöld í þessu veðri. Það er ekki útlit fyrir að rigningin nái norður yfir heiðar, en þar hins vegar gæti hnjúkaþeyrin alveg náð sér á strik og það hlýnar þá þarna kvöldi, þannig að þar sem er til dæmis mjög mikill snjór og lítið litla leiðir fyrir vatn að fara, það þarf eiginlega að svona skoða þau mál á morgun og moka til dæmis rásir ef að hægt er þannig að vatn og leysingavatn komist sína leið. Og það er ekkert ólíklegt að það hækki þá líka í ám og lækjum á þessu svæði og líka á sunnan- og vestanverðu landinu. Á mánudaginn þá verður lægðin komin hérna nær landi og það verður áfram hlýtt víða á landinu svona með hvernig það hefur verið. Hins vegar kólnar smám saman í suðvestanáttinni og verður aftur einhverjar skúrir eða slydduél og síðan él á sunnan- og vestanverðu landinu, en áfram þurrviðri norðaustan til. Það er útlit fyrir að verði svona svolítill strekkingur af suðvestri áfram hérna á suður- og suðausturlandi á þriðjudag, en mun hægari vindur í öðrum landslutum. Hitinn hverfist svona rétt frostmark eins og við sjáum og það er áfram úrkoma sunnan og vestan til, en þurrviðri fyrir norðan. En ef við bregðum okkur aðeins til Evrópu þá er hæð yfir Skandinavíu, bjartviðri þar og fallegasta veður, en það má alveg sjá að aðeins sunnar í álfunni er skúraveður og jafnvel þrumuveður og líklega heldur áfram að snjóa svolítið í Alpana. Það bjartviðri líka við Miðjarðarhafið, en eftir því sem við förum suður og til vestur svo sjáum við að það er svona svolítið úrkomusvæði við Suður Spán og Portúgal og eins er fremur kalt á Tenerife miðað við árstíma. Í Bandaríkjunum er svona eitthvað smá skúraloft hérna í Mexíkóflóa, annars yfirleitt þokkalegasta veður, en það er ekkert sérstaklega hlýtt og vorið lætur aðeins bíða eftir sér þarna í norðurríkjum Bandaríkjanna. En það er sem sagt gengur niður þessi sunnanátt og rigning sem er á vestanverðu landinu núna, hún gengur niður í kvöld. Við tekur suðvestanátt með kaldara lofti og éljum eða slydduéljum og síðan er hvöss sunnan- og suðaustanátt á sunnudag. Verið sæl.